Af hverju virka tölvur? Við ættum kannski að spyrja hvernig virka tölvur. Tölvur eins og þessi, þetta frekar stór tölva í frekar stórum kassa. Sjáum kassan betur hér. Þær þurfa ekkert að vera í svona stórum kassa, fartölvur til dæmis eru mjög litlar. En það eru nokkrir hluti sem eru í öllum tölvum. Það er móðurborð í öllum tölvum. Móðurborði í þessari tölvu er flata stykkið sem þið sjáið hér. Það er sem sagt borðið sem liggur hérna undir öllu, sem allt er fest á. Móðurborðið gegnir eiginlega eingöngu því hlutverki að tengja alla hlutina saman. Undir þessu hér er örgjörvin. Örgjörvin sér að reikna allt sem þarf að reikna. Og það er hann ásamt nokkur öðru sem hefur hvað mest áhrif á hversu hraðvirk tölvan er. Þessi tölva er vatnskæld. Það er að segja, það er vatn í þessum leiðslum hérna eða vökvi sem fer hér inn í hálfgerðan vatnskassa. Sjáðu hérna. Svo eru viftur báðum megin við hann. Ein hér og ein hér sem að kæla vökvan. Það fer alltaf kalt vatn á örgjörvan. Í öðrum tölvum þá er box hérna ofan örgjörvanum með viftum á. Síðan er hérna minnið, vinnsluminnið, stundum kallað RAM. En það er eiginlega hinn hluturinn sem að stjórna því hversu hraðvirk tölvan er ásamt örgjörvanum. Síðan er í þessari tölvu skjákort. Það þarf ekkert skjákort í allar tölvur, en það er í þessari. Svo er líka hérna fyrir neðan hljóðkort og hérna á milli er annað spjald sem hægt er að tengja. Það er að tengja mörg spjöld, sjáður gött hérna. Og þetta spjald hérna er bara fleiri USB-tengi aftan á tölvunni. Neðst í kassanum er svo aflgjafinn. Það er hann sem við stingum í samband og svo liggja leiðslur úr honum hérna megin og í allt, sjáðu þið, sem þarf í móðurborði hér, skjákortið hér og í allt. Hérna eru svo hörðudiskarnir. Sjáðu þið, hérna er SSD-diskur sem að stýrikerfið er á og svo eru svona venjulegir harðir diskar hér. Geisladrifið, það er ekkert allar tölvur með geisladrifið, en geisladrifið er hér. Síðan eru tengi aftan á og líka hérna framan á. Hérna eru fleiri viftur. Það skiptir máli að snúrurnar sé ekki allar í höng hérna. Snúrurnar á þessari tölvu eru hérna megin, sjáðu. Svo kemur spjald hérna og lokar báðum hljóðunum. Ég er með hann að opna núna. En það skiptir máli til þess að loftið eigi greiða leið hérna í gegnum tölvuna og upp vifturnar hérna. Og ég þarf að passa að leggja ekkert hérna ofan. Og það þarf líka að passa að þrífa svona tölvur. Þessi er ekki alveg tandurhrein, en ég er svona búin að taka það mesta. Því að ef það er fyllast að ryki, þá eru þær ekki að ná að kæla sig. Og ef þær kæla sig ekki rétt, þá virka þær ekki alveg rétt heldur.